Já, komið sæl, góði gestir. Verið velkomin til okkar hingað á Kirkjusand og þið líka sem eruð að fylgjast með okkur á vefnum, en við erum bæði í beinni útsendingu og svo eflaust einhverjir sem eru að fylgjast með upptöku, en upptaka af þessum fundi verður aðgengileg á vef okkar núna rétt hádegi. Ég heiti Björn Berg og er fræðslustjóri VAFFIB og við erum hér til að ræða útboð. Nú heldur Kauphöllin okkar áfram að stækka og við fögnum því að sjálfsögðu. Við ætlum hér að ræða útboð fasteignafélagsins Eikar sem verður þá þriðja skráða fasteignafélagið á markaði Nasdaq Iceland í Kauphöll Íslands. Nú við í VAFFIB höfum lagt mjög ríka áherslu á það eins og þeir sem þekkja okkur vita að bjóða upp á mjög aðgengilega fræðslu fyrir allan almenning fjárfestingar, efnahagsmál og fjármál. Og eitt af því sem við höfum lagt mjög ríka áherslu á er að aðstoða þá sem eru að velta fyrir sér í aðdragandi útboða hvort þeir ætli sér að taka þátt eða ekki. Fjárfesting í hlutabréfum er alltaf áhættusöm og því er mjög mikilvægt að allir þeir sem hyggjast taka þátt kynni sér máli mjög vel áður. Og við höfum því lagt mjög mikla og ríka áherslu á það að það sé hægt að nálgast fræðslu okkar og alla fundi óháð því hvar fólk er staðsett eða hvenar það vil fylgjast með. Og því höfum við lagt mjög ríka áherslu á upptökur, á það að senda fundin okkar út í beinni útsendingu og taka þá upp svo það sé hægt að nálgast þá hvar og hvenær sem er. Og við höfum haldið fundi skráningar fyrirtækja, nær allra fyrirtækja sem hafa sig á markað hér heima eftir hrun og svona, svo við áttum okkur aðeins á hvar fólk er að fylgjast með þá eru það ríflega 800 mann sem hafa mætt á þessa fundi en rétt tæplega 9.000 sem hafa fylgst með þeim á vefnum. Nú, því miður er útboð eða það er að segja kynningar á fasteignafélaginu Eik í aðdraganda þessa útboðs með þeim hætti að fjárfestakynningar stjórnenda fyrirtækisins, þáttaka þeirra í umræðum er ekki fest á filmu. Því miður, þannig að við í dag erum ekki hér með, ég veit reyndar að þeir eru að fylgjast með okkur í beinni á netinu og sendu þeim góðar kveðjur og þökkum þeim kærlega fyrir aðstoðina við undirbúninginn á þessum fundi. En við munum ekki fá fjárfestakynninguna þessa klassísku sem við erum oft með á okkar fundum. Ég vil hins vegar benda ykkur á að það er hægt að nálgast þessar kynningar á vefnum hjá Eik. Það er eitthvað sem er mjög mikilvægt fyrir alla að gera áður en þeir ákveða hvort þeir vilji taka þátt í útboði Eikar að fara inn á eik.is og smella þar á fjárfestar. Þar er fjárfestakynning Eikar. Þeir sem eru hér í salnum á Kirkjusandi geta líka nálgast hana sem og útboðslýsingu hér aftar í salnum rétt hjá sætabrauðinu. Nú, vegna þessara, ef við köllum það óvenjulegra aðstæðna, að sjálfsögðu gerum við ráð fyrir að þetta sé bara í þetta eina sinn, eða í síðasta sinn sem að það eru bara þeir sem mæta á svæðið sem hefðu þá möguleika á að heyra beint frá stjórnendum, hvernig þeirra félag og hvernig þeirra rekstur er. En vegna þessara óvenjulegra aðstæðna þá höfum við fengið tiltölulega óvenjuleg viðbrögð og munum þess vegna bregðast við með því að í þetta eina sinn, að þá verður verðmat og greiningar Íslandsbanka á Eik og hinnum fasteignafélögunum tveimur í Kauphöllinni birt opinberlega. Þetta verðmat er núna komið inn á vefinn, þið getið séð það inn á vef Íslandsbanka og vef greiningardeildar þar undir hlutabréfum. Þeir sem skráðu sig hér munu síðan bara fá þetta sent, ég sendi ykkur verðmati bara núna eftir fundinn og við í VAFFIB munum setja þetta líka á vef okkar rétt og eftir. Á eftir mun því Kristján Markus Bragason sem er umsjónarmaður hlutabréfagreiningar Íslandsbanka, hann mun því fara yfir splunkunýtt og rjúkandi heitt verðmat beint úr ofninum á Eik og samanburð við hinn fasteignafélögin. Nú, ég vil taka fram vegna þess að núna í lokin að það er ekki bara útboðslýsing og fjárfestakynning sem gott er að kynna sér, eða líka gott að kynna sér alla mögulega og nauðsynlega fyrirvara og hér í lokin á fundinu þá verður upp á skjánum og hjá þeim sem eru að fylgjast með í beinni og upptökum mjög ítarlegur fyrirvari varðandi þessa greiningu. Ég vil líka taka það fram að Íslandsbanki er lánveitandi Eikar og hefur gert samkomulag við Eik að annast viðskiptavakt á hlutabréfum Eikar þegar þau eru komin í Kauphöll Íslands. Nú í kjölfar erindis Kristjáns Markusar, þar sem hann ætlar að fara að segja okkur örlítið frá fyrirtækinu og sinni skoðun á því og verðmati og samanburðarfélögum, að þá ætlum við að ræða hér málin.
Magnús Árni Skúlason sem hagfræðingur sem margir þekkja einmitt úr umræðinu fasteignamarkað, en hann ætlar að koma hingað upp á svið með okkur Kristjáni Markúsi og ræða málin. Við erum ekki bara að senda þessa fundi okkar út á netinu, heldur viljum við hvetja almenning til að taka þátt í umræðinu skráningar fyrirtækja með okkur. Því höfum við núna undanförnum dögum vakið athygli á því að hægt að senda okkur spurningar bæði með tölvupósti á fundarstjóri@vaffib.is og á Twitter með auðkenninu vaffib-fundur. Við höfum fengið fjölda spurningar, enda flestar í gærkvöldi og marga fróðlegar, þannig við nógum að tala. En endilega ég verð með hér tæki upp á sviði og eftir til þess að fylgjast með ykkur í beinni ef þið sendið okkur spurningar upp á svið. Endilega verið duglega að senda okkur spurningar. Sömuleiðis þið sem eruð í salnum. Hér verður starfsmaður Vaffib með hljóðnema og endilega við ætlum að brjóta upp spjallið okkur eftir með spurningum bæði úr sal og af vefnum. En ég veit að það allir að bíða í ofanni eftir Kristjáni Markúsi, þannig að ég ætla að gefa honum orðið. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Ég heiti Kristján Markús Bragason og ætla að kynna svona að vera með í beinni útsendingu morgunsárið, þá er maður ekki alveg komin í gír. Ég ætla að kynna hérna svona nokkra útreikninga með nokkuð mismunandi hætti sem ég hef svona tekið það saman með nokkuð mismunandi hætti. Frásagnarstýlinn er dálítið mismunandi, en svona það sem við í greiningunni höfum reynt að gera þegar við höfum sett fram verðmet á félög annars vegar að reyna að hafa það eins einföld og hægt er að gera. Stundum eru fyrirtæki þess eðlis að það er auðvelt að segja frá þau með svona aðgengilegum hætti, en stundum er það þannig að það er ekki annað hægt heldur en að fara út í flókna útreikninga. Í þessu tilfelli þá svona frekar einfaldan útreikninga ræða varðar rekstur félagsins og áætla verðmat og eitthvað slíkt. En við gerum okkur grein fyrir því í greiningunni að það eru mismunandi sjónarmið sem menn hafa á hvað eigi að horfa á þegar kemur að verðlagningu svona félaga. Ein lausnin á því væri að setja fram endalausar nefnigreiningar og reyna að finna teikna þetta upp á línurrit þar sem verið að breyta þessari breyti og hinni breytinni. Það er hægt að vera með verðmat upp á kannski 50 síður að menn vilja fara út í það. Það sem við höfum gert hér að ég heyri það hvaða skoðanir menn hafa á hvernig á að greina svona fyrirtæki og við reyndum að finna þeim útreikningshugmyndum stað með svona dálítið öðruvísi hætti heldur en við vanalega gert, af því sérstaklega þetta er kynnt með þessum hætti. Bara örstuttum Eikina sjálfa. Eik fasteignafélag er mikið breytt félag frá fyrri árum og gjörbreytt frá árinu 2013. Þeir kemur að því að fara að bera saman rekstur yfir 12 mánaða tímabil 2013 og 2014 eða ætla að fara að horfa á áætlun 2015 og bera hana saman 2014. Eins og punkturinn er í dag og það sem er hér til verðmats eru 273.000 fermetrar í húsnæði sem er mjög þétt teiknað á svona stóra Reykjavíkursvæðinu, mjög þétt teiknað. Bókhaldsvirði þessara fasteigna er 62 milljarðar króna og til þess að kaupa þessar eignir þá félagið fjármagnað með 43,6 milljarðar króna skuldsetningu áramótin. Það breyttist aðeins á öðrum viðskiptadegi eða fyrsta viðskiptadegi ársins 2015 þegar hluta þessum vaxtaberandi skuldum var greiddur upp. Það minnkaði þó bara sjóði sem því nam, en pakkin er sem sá að eignirnar eru 62 milljarðar pluss. Þetta er fjármagnað að 95% eins og önnur langflest fasteignafélög með verðtryggðum vöxtum sem eru á veiknum vöxtum kringum 4,2% og restinn 5% er fjármagnar 6,3% óverðtryggðum vöxtum. Partur af því sem ég fer í eftir er hinn fræga tekjuskattsskuldbinding sem er mjög sérstök hjá fasteignafélögum og það eru svona, má leiða líkum að því að í tekjuskattsskuldbindingunum liggi verðmæti, hún sé svona beint og óbeint cirka partur af kannski notað við eigið fé og þið sjáu út af hverju ég er að nefna það hér í glærunum þegar kemur að þeim útreikningi. Nú mismunum eignum og skuldum köllum við eigið fé og það er 20 milljarðar króna. Þetta er ekkert svona sérstaklega úr takt þegar kemur að bókverði eigið fé varðandi skuldsetningu hlutfall og eitthvað slíkt, en það er svona eins og þið munu sjá á útreikningum núna eftir að þá eru menn kannski svona ekki bara að horfa á bókhaldsvirði, jafnvel þótt að eignir félagsins séu færðar að gangverði til samræmis við alþjóðlega reikningsskilastaðla. Á kynningunni sjálfri, já það er kannski best að segja ykkur aðeins frá þessu. Þið sjáu efst upp í horninu vinstra megin við orðið efnahagsengur, þá er svona lítill rauður flipi
hann að vísa í blaðsíðuna á verðmatinu sjálfu. Þannig að ef ykkur finnst þetta áhugavert, þá farið á blaðsíðu sem merkt þarna. Og ef þið nennið ekki að lesa þessi vilsu, þá bara haldið þið bara beint áfram. Samantekt á félaginu í töfluformi, í verðmatinu sjálfu, þá eru teknar þessar upplýsingar saman eigina og borið saman við reiti og regin. Eins og ef við horfum á línu númer 3, þá sjáum við að tekjurnar eru áætla 5,8 milljarðar. Ef við horfum á línu númer 4 og sjáum við að tekjurnar voru 3,8 milljarðar. Þetta allir verulega mikil breyting og ástæðan fyrir því er svo að það hefur mikið verið keypt upp af mjög stórum fasteignafélögum, 2 nafngreindum félögum sem landfestar og svokallar SME eignir, sem gerir það verkum að samanburðurinn milli leigutekna í 2005 áætluninni versus rauntölu 2014 eru svo mikið flökt í þeim að það er mjög erfitt að bera þetta saman. Fjórða línan að neðan kallast NOI, sem net operating income. Þetta svona kannski mætti segja að var ígildi EBITDA hjá rekstrarfélögum. Þetta semast hagnaði fyrir afskriftir og með afskriftunum included þá ég að tala matsbreytingu á fastafjármunum. Því að þessi félög gera all upp samkvæmt alþjóðlegu reikningsskilastar sem færir eignirnar út frá gildandi leigusamningum og þar sem því sleppir út frá markaðsvirði, reynir að færa eignirnar á því bókfærðarverði sem tekjuverðið þeirra svona býður upp á. Örstutt rekstrarreikninginn sjálfan. Samstæðan gjörbreytt frá fyrra ári, eins og stendur þarna. Væntar tekjur árið 2015 eru 5,8 milljarðar króna. Það veruleg breyting frá því að var árið 2014 og ástæðan liggur í lið númer 3. Að landfestar og félag sem kallast EF1, sem eru gamlu SME eignirnar, ákveðnar eignir sem voru keyptar, hafa bæst í uppgjörið. Og til þess að flækja þetta ennþá frekar að þá voru þessar eignir utan samstæðu uppgjörs félagsins fyrir fyrstu 6 mánuði ársins 2014 og hluti af þessum eignum var farið sem hlutdeild á fyrstu 6 mánuðum ársins 2014. Þannig að þetta talsvert maus að komast í gegnum þetta og með þessum skilaboðum í rauninni að segja að við vitum ekki dvoðalega mikið rekstrarsögu þessi nýju eigna. Það er mjög erfitt að horfa bara á eigin eins og hún var. Þetta er bara algjörlega breytt mynd, þetta er bara eins og að skoða bara eitthvað annað félag ætlar að fara að bregða mála á þetta. Þannig ég segi þarna neðst niður að kaupin á EF1 og landfestum, þau breyttir öllu hjá þessu félagi. Ég hef tekið saman töflu sem sýnir vonandi með nokkuð skýrum hætti rekstrartekjurnar á fyrstu 6 mánuðum ársins 2014. Til vinstri þá erum við að tala eigina eftir að búið að kippa út þessum nýju eignum í formi EF1 og landfesta. Og bara ef við horfum á rekstrartekjurnar þá voru þær rúmlega milljarður króna á fyrstu 6 mánuðum 2014. En ef við hefðum bætt við því sem við erum að sjá svona í áframhaldinu og þessum áætlun 2015 byggir á, að þá erum við að tala tölu sem hefur verið rétt tæplega 2,9 milljarðar. Ef við horfum á NOI sem rekstrarhagnaðurinn, hann þá farið úr 719 milljónum í rétt tæplega 2 milljarðar. Þannig að þetta eru svona eins og ef maður var í erlendis bara svona all bets are off ef að menn eru að fara að tala samanburð fyrir tímabil. Þetta breytir allri myndinni. Það að þetta svona breytt gerir það verkum að við horfum mikið á og skoðum rekstrarspár fyrir árið 2015 hjá félaginu. Bæði að því við notum rekstrarspár 2015 í hluta útreikningunum og einnig að því við notum rekstrarspár 2015 áfram inn á eitthvað lengra tímabil þegar kemur að sjóðsflæðisverðmætinu sem við gerðum fyrir félagið. Þetta er mikil hækkun og ég hef teiknað þetta upp með þeim hætti þarna bláa línan í rauninni mismunun og tekjum á gjöldum og ég teikna upp gjöldin. Þegar leggja þetta tvennt saman þá fáið þið tekjurnar og súlan lengst til hægri sem er spáin 2015 sýnir ykkur þá þessa áðurnefnda 5,8 milljarðar sem eru tekjur félagsins á komandi tímabili. Neðsti liðurinn er mjög mikilvægur fyrir fjárfesta, allavega var það mitt mat að þetta væri mikilvægt að við höfum skoðað þessa spá, við höfum séð eignir hvað þessar eignir eru að gefa af sér og við teljum að þessi spá sé hófleg og það séu mikla líkur á því að hún muni raungerast og það er nauðsynlegt að geta sagt þetta út af því að þetta er svo mikil breyting frá fyrir tímabilum að það verður svona einhvern veginn að bregða mála á þetta. Það er svo sem ekki til fyrsta sinn þegar nálgast skráningu af félögum og þá fara menn að efast áætlanir og þetta er allt eitthvað svona fíkur allt upp. Það er ekki tilfellið að mínum að allavega hjá þessu félagi.
Það hefur mikið breyst í félaginu varðar útleigu hlutfall líka. Útleigu hlutfall þessa félags ákveðið, það bæði vandamál og það líka kannski svona tækifæri. Útleigu hlutfall þessa félags árinu 2014 var 91,56%. Það töluvert úr takt við hinn fasteignafélögin, Regin og Reiti, og þetta gerir það verkum að spá 2015 getur verið dálítið takmörkuð kemur að því að spegla, sem ég veit að margir fjárfestar hafa hið minnst allavega skoðað að gera, að spegla bókhaldsvirði eiginfjár eða markaðsvirði eiginfjár hinna skráðu félagana yfir á eigina, því að þá getur menn sagt á móti, býtur spá 2015, hún gerir nú bara ráð fyrir 92% útleigu hlutfalli, þess að fer úr 91,6 í 92 samkvæmt þeirra spá. Þetta til dæmis mjög hóflegt. Ástæðan fyrir þessu, það mjög algengt að menn stökkva á það að segja að þetta SME eignirnar í Kópavogi, og það að hlut til rétt. Það hins vegar aðrar eignir líka sem hafa bara verið keyptar, sem eru í umbreytingaferli, ekki þróunareignir, heldur umbreytingaferli, sem gerir það verkum og það fullt af ástæðum fyrir þessu. Þegar ég byrjaði að kynna mér þetta félag, þá stökk ég strax á þá líklega niðurstöðu að þetta væri turninn í Kópavogi. Hann nú, vill nú bara svo skemmtilega til að núna í 90% útleigu. Maður hélt að þetta væri miklu fleiri hæðir sem væru útleigðar, og það dýreign, það mjög mikilvæg eign í félaginu. Þannig að það ekki bara ástæðan fyrir þessu. Útleigu hlutfall hjá svona félagi og fasteignafélagunum almennt, en það mikið horft á tölu sem kringu 95%, 95+%. Og það svona það sem þeir hafa náð, það það sem svona reikningsskilastaðlar svona kannski að nota í útreikningum. Það ekki eðlilegt að grípa bara að þetta verður bara 99% út í eilíðinu, það hefur aldrei neitt náð því, og það kannski ekki eðlilegt að segja 91% eins og það núna. Það mun halda áfram á því gildi, því að það rauninni óásættanlega arðsemi eignanna, og það bara blasir við að ef hinir tveir ná 95+, að það enga forsendur annars heldur en að þetta eigi að ná því. Og að þetta ekki leigðir fermetrar, heldur þetta verðmæti leigðra fermetra. Þannig að það þýðir ekki bara að kaupa stóra eign og ná að leigja hann út. Að það verður að horfa á hvað væri hægt að leigja þetta á versus hvað verið að leigja þetta núna, svo getur verið þessu útleigu hlutfalli. Þessar glærur með mikið af töflum, og ég veit alveg að ég geti ruglað þessu út í mér að þetta svona dálítið maus að fara í gegnum þetta. Þannig að ég bara hvet ykkur til þess, fyrir þá sem að hlusta á mig hér og þá sem að horfa á mig í sjónvarpinu, að lesa verðmatið, og þetta ekki kennsluglærur, og þið geti ekki bara lesið það sem á glærun og sé verðið og já, hann gerir þetta svona. Það ekki mögulegt að hafa þessar glærur svo þéttar. Við höfum í útreikningu sem ég ætla að fara í núna skoða með ákveðnum hætti verðlagningu á Regin og Reitum og spegla það með þeim hætti sem við teljum eðlilegt og mögulegt, miðað við að félaginu eru mismunandi, þau hafa séreinkenni, en þetta hið minnsta gefur okkur einhverja vísbendingu. Við höfum líka tekið útreikninga saman sem byggja á eigið og tekjuskattsskuldbindingunni, en hafa stundum sagt að tekjuskattsskuldbindingin þess eðlis að hún myndast út af því að eignin keypt og svo hún afskrifuð skattalega, en matsbreytingin að auka bókfært verðið þeirra, og tekjuskattsskuldbindingin hann að brúa bili á þessu mismunum á þessu tveimu bókfærðu hlutum sem skattverðið og gangverðið. Og það að félagin eigi svona ríka afskriftarstofna geti frestað söluhagnaði gerir það verkum að það þarf nú bara alveg einstaka óheppni til þess að félagin fara að greiða tekjuskatt. Nema menn myndu gefa sér það að þessi félög væru að fara að hætta rekstri, ætlaði að stórlega minnka við sig umsvifum eitthvað slíkt, þá myndi hugsanlega reyna á þessi tekjuskattsskuldbindingu, en það rauninni forsendur sem fann nú bara eru nú svo langt út úr korti með uppsetninga á þessum stöðlugu verðmætum að það eðlilegt allavega að taka það saman hvert verðmæti félagsins væri, að því gengnu að við getum borið saman tekjuskattsskuldbindinguna og þvingað hana saman við eigið fé. Þetta eru svona verðmæt, þessi speglun á markaðsvirði skráðra félaga, verðmæt okkar á þessum skráðu félögum speglaði yfir eigina sem ég fer í á eftir, og eigið fé eru nú svona kannski verðmæt sem svona kannski ekki alveg aðal niðurstaðan í okkar verðmæti. Þetta gefur hins vegar vísbendinguna. Við kynnum hins vegar núna á eftir sjálfsflæðisverðmæt sem við höfum gert á félaginu, þar sem við höfum tekið tillit til hluta sem ekki hægt að gera með hinni aðferðin, því hún tekur bara 2015 tölunar,
spanna og reynir svona að búa til eitthvað, hvað erum við að tala í verðmæta hlut eða virði eigin fjár í milljónum króna. Þar sem tekst að gera með sjóðsfélagsverðmæti, þá er þetta bara með lengra tímabil, að við getum leiðrétt óvenjulegt útleiguhlutfall. Við komum því í sjóðsfélagsverðmætinu upp í 95% á 4 árum. Við erum með endurnýjun og leigusamningu, og það kemur skýrt fram í skráningarlýsingunni, sem bendir kannski ekki beint til þess að leigutökurnar muni hækka. Þessi samningar voru gerðir á þeim tíma að þá voru verð há, þannig að þetta mun svona setja hið minnsta töluverðan þrýsting á leigutökurnar. Síðan er fjármögnun og mögulega endurfjármögnun félagsins, hún er dálítið opin, hún er ekki inn í inn í verðmætinu per se, en þá bendum við á það að það eru, ef ég man þetta rétt, 11 milljarðar króna af 41 sem koma til eða opnast gluggi til endurfjármögnunar hjá félaginu. Þessir 11 milljarðar eru á vöxtum sem eru svona örlítið hærra heldur en maður hefði haldið, á 4,3% vöxtum. Ef við horfum á svona það sem hin fjárfestingafélögin, fasteignafélögin hafa geta fjármagnað sig á, sem er svona kringum 4% verðtryggt, að þá höfum við tekið saman í verðmætinu svona aðeins útreikninga hversu mikils virðisaukningu á eigin fé gæti legið hjá félaginu ef að þetta myndi raungerast. En það er þó ekki eðlilegt alveg að klína þeim í sjóðsfélagsverðmæti, því þetta er nú eitthvað sem er ekkert í hendi, en ég held að sé eðlilegt allavega að flagga því með þessum hætti. Markaðsverð Reyins og Reita gæti gefa okkur útreikninga sem gæti litið eitthvað í svona út. Appelsínuguli liturinn er útreikningurinn á samanburðarfélögunum. Fyrst kemur Reyin og svo koma Reitir. Það sem er verið að gera með þessu er verið að reikna út hlutfalli EVAF á móti NOI. EVAF er rauninni bara vinstri hliðin á efnahagsreikningnum, bara hversu mikils virði eru eignirnar. Það sem kemur á móti því er þá hvað ætlar að fá mikið út úr eignunum, og það er oftast mælt með NOI, þess að netto operating income, maður getur nota hvaða mælingu sem við vilja, svo lengi sem gæta bara samræmis í matsaðferðunum milli Reyins og Reita og speglunum yfir á eign. Ég hef alveg að nota EVAF NOI sem er svona algeng aðferð í þessari aðferð, og þá má fá út niðurstöðu, annars ég ætla að fara í hvern einasta liði í þessu, að margfaldurinn á NOI hjá Reyin og Reitu er svona í kringum 16. Það er sem að þetta jafngildir tölunni sem menn hafa stundum sagt, já sko rekstrarfélagið er svona virði kannski 6 sinnum EBITDA, 7 sinnum EBITDA. Þetta er nákvæmlega saman tala, hún er bara öðruvísi reiknuð, hún er öðruvísi, hún er hærri, en hún er það líka, hún er mjög svipuð hjá þessum tveim félögum, Reyin og Reitum. Þannig ég hef notað þessa niðurstöðu til að spegla yfir að vænta NOI áætlun 2015. Það fyrsta sem menn þarf að passa sig á er að áætlanir fyrir Reyin, Reiti og eign þennan rekstrarlið eru örlítið settar fram með örlítið svona mismunandi hætti. Það er örlítið mismunandi verðlagsforsendur. Að mínu mati er búið að reyna að jafna það í þessum útreikningum. Sumar eru með meiri verðbólgu, sumar eru settar á byrjun ársins 2015 og sumar eru á meðalverðlagi 2015 með annarri verðbólgu. Þannig að það er svona búið að juða því aðeins til. Niðurstaðan á þessu gefur okkur verðmæti per hlut í kringum kannski svona 7,4 til 7,9. Verðbili sjálft í þessu útboði er í A-bókinni, sem er nú svona aðalega hugsað til þess að fá fjöldan inn. Það þarf 500 almenna hluthafa í svona félög til þess að séu skráningarhæf, og þetta er klárlega vel út fyrir ramman af því. B-bókin hefur hins vegar ekkert hámark, og það er svona, ég er að horfa kannski meira á þann hluta þegar ég er að meta þetta. Ég er ekki búinn að taka inn einhver svona minni hluta áhrif eða eitthvað slíkt. Þetta er bara verðmæti félagsins, og ég er benda að það er ákveðið verðbil í A-bókinni. Þetta er töluvert fyrir utan það, en ástæðan fyrir því að verðbil í A-bókinni er með þeim hætti sem það er að það verður að ná fjöldan minn. Það er það sem tikkar mest þar. Við höfum hins vegar, þegar Reitir fóru á markað í síðustu viku marsmánaðar, þá gerðum við verðmat á Reitum og skilum á sama degi verðmati á Reyin líka. Og þessi niðurstaða sem ég var með áðan, hún byggir á markaðsverði félagana, og það sem ég kannski ætti að taka það fram þarna að það eru ákveðnir eignir hjá Reitum sem hin félögin eiga ekki, sem eru svona byggingaréttir og slíkt sem tengist Kringlusvæðinu, og ég tel mig að hafa leiðrétt fyrir þeim þannig að við sem að bera saman sambærilega hluti, þess að ekki vera bara saman epli og steinolíu. Verðmæti okkar á Reyin og Reitum, ef við beitum nákvæmlega sömu aðferðafræði og við gerðum áðan,
þá fáum við verðbil sem á bilinu kannski 7,6 til 8,1. Ástæðan fyrir ég lesi þetta upp með þessum hætti að þá svissast aðeins tölunar. Við höfum lengi verið með regin í hærra verðmæti heldur en markaðsverð hefur verið í verðmæti sem við höfum gefið út. Og það kannski eðlilegt út frá það sjónarmiði að menn vilja horfa á nýjustu markaðsverð, sumir vilja horfa á nýjustu verðmætin. Mitt view var sérstaklega því ég skrifaði þessi verðmæti að horfa á verðmætin í þessu, en ég ger mér alveg grein fyrir því að menn hafa mjög mismunandi skoðanir á því. Með því að setja þetta fram með þessum hætti, þá ég reyna að finna því stað að menn hafi mismunandi skoðanir á þessu. Þannig að bilið svona aðeins lengra til hægri, sirka jafnbreitt og fer úr því að vera kannski svona 7,5 til 7,9 upp í það að vera svona 7,7 upp í kannski 8, eitthvað slíkt. Þetta mjög erfitt að gera þetta með þessum hætti út af því félögin misjöfn og Eik kannski ekki alveg svona í stabilisera ástandi með hinn félögin og þá ég aðalega að vísa í möguleikana sem felast í því að það óvenju lágt útleiðuhlutfall hjá félögin. Þannig að það svona uppsætti sem þeir hafa. Eigið fé og tekjuskattsskuldbindingin. Skattaumhverfi þessara félaga dálítið sérstakt. Og tekjuskattsskuldbindingin eins og ég var að reyna að lýsa hún þenst út. Það leiðir það af sér að tekjuskattur gjaldfærður í rekstrarreikningi félagsins. Við höfum alltaf notað orðið reiknaður tekjuskattur því að greiddur tekjuskattur hjá þessum félagum mjög óverulegur. Hagnaðurinn reikna með svona eins og ríkisskattstjóri horfir á það sem ekki verið að nota matsbreytingar en neitt, það bara línulegar afskriftir og bara svona einfalt. Að hagnaðurinn reiknaði með slíkum hætti, hann eiginlega óverulegur hjá þessum félagum. Ástæðan fyrir að það sú að skuldir félagana eru verðtryggðar, augljóslega vaxtaberandi, þær aðalega verðtryggðar og maður fær að gjaldfæra verðbæturnar til þess að lækka tekjuskattsstofnana. Á móti því kemur að við erum ekki með þessa tekjufærslu sem felst í matsbreytingunni. Og matsbreytingi hjá þessu fasteignafélögum öllum rauninni það að vera að horfa á hvað getur gildandi leigusamningar gefið félaginu í formi þess að reyna að færa virði eignanna á svona þann punkt sem væri einhvers konar núvirði á framtíðar fjárflæði. Það getur verið fjárflæði sem byggist á samningsbundnum ákvæðum leigusamninga eða það sem þar sleppir, bara það sem líklegt að eignin gefa af sig. Stundum það hærra, stundum það lægra. Þannig að skattalegur hagnaður hjá þessum félagum lítill, þannig að greiðsla tekjuskatts frekar lítil. Það getur komið söluhagnaður hjá þessum félagum, þá hafa þeir ríkar heimildir til þess að fyrna mótunum og fresta honum 2 áramót og eitthvað slíkt. Þannig að það alveg hægt að halda því fram að þessi aðferð gæti líka gengið. Þar sem við erum að horfa á efst uppi, einfaldlega hvert bókart virði í appelsínugulleitni, hvert bókart virði eigin fjár hjá regin og reitum, hvert bókart virði tekjuskattsskuldbindingarnar nettó. Ef það lagt saman og borið saman nýjasta markaðsverð, þetta markaðsverð var í lok viðskipta á miðvikudaginn, þá fáið þið að hlutfalli sem neðsta línan í appelsínugulþættinum efri 1,02 og 1,03. Þetta 2 og 3% yfirverð á markaðsverði regins og reita versus útreikningum með þessum hætti. Þetta telst nú vera ansi mikil svona vísbendingi þátt að menn svona sirka horfa allavega á þetta. Ef við beitum nákvæmlega sömu aðferð á Eik og beitt þarna, þá fáum við bil sem á bilinu svona 6,5 til 6,7. Vandamálið við þetta að bókvart eigið fé helst náttúrulega mikið hendur með við hvernig matsbreytingin hefur verið hjá þessum félögum og það var skoðað sérstaklega hvernig matsbreytingin hefði verið versus hin félögin í samanborði við verðbólgu, hagvöxt og svona þessa líklegu þætti sem hefði verið til þess að ýta matsbreytingunni upp í hærra gildi heldur en ella og matsbreytingin og þar af leiðandi bókvart virði eigin fjár þessa félags hefur verið mjög hófleg sem gerir það að verkum að svona blind aðferðafræði getur verið dálítið varhugavert. Þetta útreikningurinn og þetta tölunar, alveg klart mál, en það verður að hafa það í huga að matsbreytingin hefur verið með hóflegri hætti. Heldur en svona maður hefði kannski alveg búist við og það sem maður sér hjá hinum félögunum. Nú præstu bóka, menn vilja bara vera mjög einfaldir, það sem kemur neðra, sem sagt glugginn sem appelsínugulur og grár fyrir neðan. Þá fást örlítið hærri svona margfaldarar og þar alvegandi gengi, en á sama skapi og bókvart eigið fé getur svona lent
í smá limbói út af þessar aðferð sem ég var að fara í gegnum að þetta ekki algjörlega sambarlegt, þannig að þetta gæti verið varhugaverð aðferð ef að menn leggja trúna að það að matsbreytingin hefur ekki alveg verið að þróast með svipuðum hætti milli félaganna. Það eru svona smá vísbendingar það. Það er ég búinn að kynna hérna 4 niðurstöður verðmæta á Eik og það er búið þægilegt að geta gert þetta er ekki stað svona 5-10 og það er óæðilegt gagnið það fyrir fjárfesta að vita það. Ástæðan fyrir þetta sett fram með svona breiðu bili og tekið fram með næmnigreiningu, til dæmis þessari mynd og einhverju mynd sem svona. Þetta allt skýrt í verðmætinu hjá okkur sem við hérna settum fram. En þessi mynd hérna sýnir ykkur annars vegar á X-ásnum þar sem við erum með arðsemina og það er mjög algeng aðferð sem er notað í verðmæti á svona félögum. Hvar verðmætið sem er ásend til vinstri myndi lenda eða hvar margfaldarinn sem er ásend til hægri, hvar þetta verðbil og verðið þarna einhvers staðar kringum svona 7,5 pluss og margfaldarinn svona einhvers staðar rétt undir 16. Sumir tala alltaf verðmæti fasteignafélaga út á margfaldarinn, sumir nota gengið, sumir nota yieldið og það ástæða fyrir þessi mynd og þessi mynd sett fram með svona hætti. Þetta ekkert verið að reyna eitthvað þvæla útreikningum og eitthvað til og frá, það bara svo mismunandi hvernig menn horfa á þetta. Ég horfi svona á þetta. Niðurstaða mín úr sjóðsfélagsverðmæti á Eik gefur 7,1 krónur per hlut. Það má varla anda á þessa útreikninga og það ekkert nýtt við það að ef þú breytir sem væri eilífðarvöxturinn eða þú breytir sem veginn fjármagnskostnaður að þá fer verðmæti allhressilega af stað. Það varla verið að juðast til nema kannski 10 punkta í þessum nefnigreiningu. Þetta samt niðurstaðan, 7,8 að mínu mati. Ég hef með þessar aðferð að ég hef lengri tímabil, ég bara með smá tímabil sjóðsflæðisverðmætisins, geta tekið tillit til útleiguhlutfallsins sem mun hækka, fasteignagjaldana sem eru svona í hækkunarferli. Árið 2015 verður aðeins dempari niðurstaða varðandi Eik og þá ég að vísa í það að árið 2016 miðað við 2014 ættu fasteignagjöldin að hækka rúmlega 100 milljónir. Það mun þá raungerast 36 milljónir árið 2016 út af ákveðnum dempurum sem voru sett í breytingu á útreikningi á fasteignagjöldunum. Þannig að það fullur skammtur á næsta ári. Við höfum gert ráð fyrir uppgreiðslu, við höfum ekki gert ráð fyrir uppgreiðslu lána og þá ég að vísa í að það geta verið verðmæti fólgin í því að menn séu með möguleika á að lækka vexti eða endursemja vexti úr 4,3 í 4 og það eru vísbendingar það ákveðnu leigusamningar félagsins komið til endurnýjunar núna á næstu 1-2 árum og muni setja svona örlítinn þrýsting á leigutekjurnar. Niðurstaðan 7,8 krónur hlut. Takk ykkur fyrir. Takk fyrir það. Við ætlum núna aðeins að vinda okkur í umræður og ræða þessi mála eins og ég nefndi þá ætlum að bjóða ykkur í salnum að vera með okkur og ykkur sem eruð að fylgjast með okkur á vefnum. Við fengum nokkrar spurningar í gær, það nú eins og oft að þeir sem hafa verið að skoða þetta að þeir eru með sömu spurningarnar en endilega bara fáðu ykkur sæti og skulum byrja. Já, ræða aðeins málin. Það hér starfsmaður í salnum sem stendur hér upp og þeir sjá hana Magneu og hún ætlar að bara endilega fáðu sæti hér. Og hún með hljóðnema, þannig við ætlum að bjóða ykkur eins og ég nefndi að spyrja okkur spurninga eða koma með ykkar skoðanir á þessu vegna þess að þetta nú í fyrsta sinn sem við bjóðum upp á fund með þessum hætti, það að segja að við séum að birta einhverja skoðun á verðinu, það að segja á genginu í útboðinu. Og mér langaði örstutt að byrja á að fara bara örstutt yfir fyrir þá sem að hafa áhuga á því að taka þátt í útboðinu. Það hefst nú eftir klukkan 10. Þá hefst útboðið. Það stendur síðan til mánudags klukkan 4 og fer fram inn á arionbanki.is. Þar annars vegar vefur fyrir þá sem ætla að taka þátt í tilboðsbók A og hins vegar tilboðsbók B sem Kristján einmitt fór hér yfir áðan. Og munurinn á þessum tilboðsbókum að tilboðsbók A þá fyrir upphæðir frá 100.000 krónum upp í 10 milljónir og tilboðsbók B umfram. Og verðbili sem rætt var var þá 6,25 til 6,95 í tilboðsbók A en í tilboðsbók B verður gengi 6,25. Og dagsetningarnir eru þá þannig að það reiknað með að niðurstaða liggi þá fyrir á þriðjudaginn og úthlutun sé þá á miðvikudaginn 22. Eindagi 27. þá þarf að greiða fyrir bréfin
og hlutin eru svo afhentir 2007. eða 2008. Og svo munu Páll Harðar og Garðar væntanlega hringja bjöllinni ákaft 29. apríl, svona í fyrsta lagi. Það þá sem í fyrsta lagi þetta taka bréfin til viðskipta. En mér langar að byrja umræðan á að spyrja þig aðeins, Magnús, út í þína skoðun á þessu félagi, vegna þess að nú erum við að fá 3. fasteignafélagið inn á markað. Við höfum fengið vandlegar upplýsingar Reginn og Reiti svona í aðdragandi útboð og nú erum við að fá þetta 3. Hvernig þetta fasteignafélag frábrugðið hinn? Já, fyrsta lagi náttúrulega að fara að fagna maður sé koma fleiri félög á markað. Ég svo sem sammála Kristjáni, það náttúrulega kannski fleiri þróunareignir en bendi jafnframt á að það mikil eftirspurn eftir skrifstofuhúsnæði núna. Það í raun og veru fólk sem starfandi á skrifstofumarkaði. Það jafn margir og fyrir efnahagsunnið, þannig að í raun og veru það mál að leysast. Fjárfestar sem í svona áhættu samari, sem kannski fjárfesti þróunareignum, þeir hafa verið að fjárfesta núna kannski meira heldur en áður. Við getum til dæmis séð sölun á Urðahvarfi og Víkurhvarfi, þessum miklir og stórir fermetrar. Þannig að það þýðir það að þeir sem svona með meiri áhættuprófíl, þeir sjá fram á aukna eftirspurn eftir atvinnuhúsnæði. Þannig að ég svo sammála að þetta útleiguhlutfall það geti batnað, þannig að það ákveðið uppsæti í því. Safnið sjálft náttúrulega ákvæðlega gott og vel staðsett. Ég sé það hins vegar að það færri opinberir aðilar sem hjá Eik heldur en hjá hinum fasteignafélögunum. Hvaða máli skiptir það? Það náttúrulega skiptir máli bara varðandi, fyrir efnahagsunni þá fóru sum félög á hausinn til þess að losa sig út í leigusamningum. Ríkið gerir það ekki, ekki sveitarfélög. Þannig að það raun og veru svona öruggari leigutakar. En almennt séð er þetta svona, mjög góðar eignir sem í þessu félagi. Við fengum einmitt eina spurningu, sem ég nefndi, þið getið sendt okkur spurningar á fundarstjóri@vaffib.is eða með Twitter með auðkenninu vaffib.fundur. Spurningu í gærkvöldi þar sem hann Elmar var að spyrja út í rauninni áhættun og leigutökum. Það hefur oft komið upp í aðdraganda útboð þegar við erum að ræða tryggingafélög, olíufélög, hverja það sem að fara á markaðinn. Það ákveðin áhætta fólkinni við einn viðskiptavinur sem er mjög stór. Já, Eik það ekkert sérstaklega mikið stærð, það ekki Húsasmiðjan sem einhver rétt undir 10%. Jó. Þetta eitthvað sem skiptir einhverju máli? Já, samsetning á leigutökunum og svona utanagerðin áhættuprófíla félagana sjálfra skiptir verulegu máli. Þú ræddir hvaða máli það skiptir að hafa opinberan aðila sem leigutaka. Reginn nú með stórt íþróttahús, Egilshöllina, þar sem Reykjavíkurborg langstærsti leigutakinn og hefur nú svona verið ástæðan fyrir því að menn hafa rauninni hort svona, menn voru dálítið smeykir við þessa eign til að byrja með, en það hefur tekist mjög vel að þróa þá eign og ekki síst út af hver leigutakinn Áhættuprófílinn sjálfur skiptir máli og öll þessi fasteignafélög, Eik líka með þá kynningu sem maður hefur fengið og það sem maður hefur svona heyrt frá hinum félögunum, að þau meta það og það er eitt tími í það að reyna að meta líkur á greiðslufalli hjá þeim sem að leigja þessar eignir frá þeim. Þannig að ríkið ekki að leigja á sama fermetraverði og nýstofnun kennitala frá því í febrúar 2015, það alveg klart mál, nema að séu einhverjar aðra tryggingar bak við og við höfum ekki séð hjá þessum félögum einhverjar verulegar afskriftir viðskiptakrafna eða fyrir utan einhver einstök dæmi sem leita í fjölmiðla og eitthvað slíkt, en ef þú skoðar svona yfir lengri tímabil að þá eru gjaldfærðar afskrifað viðskiptakröfur hjá þessum félögum, þetta ekki að hátala. Þannig að það greinilega gengur ágætlega að verðmeta kúnnana, eins og svona kannski eins og maður segir stundum trygginga og andinn tryggingabransanum að þeir eru alltaf eldast við að kynnast viðskiptavinunum betur til þess að geta vel lagt áhættuna sem það er nákvæmlega sama í þessum bransa, þetta bara lengri samningar, þarna hægt að biðja tryggingar sem gert, þannig að þetta skiptir máli og ég held að sé rétt mætnum og eðlum hætti brugðið máli á að einn kúnnin áhættusamari heldur en annars. Nú heyrðum við í umræðum síðasta útboð að markaðurinn, þar sé að fasteignamarkaðurinn og hvernig, í hvaða stöðu svo sem á fasteignar eða leigjandinn eru, þetta hefur aðeins verið að breytast. Það er að segja að núna séu þeir sem að halda á þessum fasteignafélögum kannski sterkari stöðu gagnvart leigjendum en áður. Er það svo? Já, vissulega vegna þess
ástandið, sko, þegar við skoðum þetta strax eftir efnahagshrunið 2010 þá var gríðarlega mikið af auðu húsnæði. Það fer minnkandi, við sjáum náttúrulega bara undirliggjandi efnahagsstærðir eins og lækkandi atvinnuleysi, gjaldþrot fyrirtækja fara minnkandi, stórlega minnkandi, nýstofnun fyrirtæki, þeim fer fjölgandi. Þannig að í raun og veru fólki á vinnumarkaði að fjölga og þar með meiri eftirspurn, sérstaklega eftir skrifstofuhúsnæði. Og þar með að félög sem eru sterk í skrifstofuhúsnæði ættu að sjá fram á góða eftirspurn og ég kanna þetta nú líka hjá fasteignasölum og mér skilst að þessi mikil eftirspurn, sérstaklega kannski eftir smærra skrifstofuhúsnæði, svona 100-300 fermetrar. Þannig að þessir undirliggjandi þættir eru þarna. Fasteignaverð líka á atvinnuhúsnæði hefur hækkað töluvert miðað við svona ófullkomnar upplýsingar Seðlabankans og liggur svona á einhverju svipuðum stað og var svona 2005-06, þannig að raungildi. Þannig að það ýmsir svona undirliggjandi þættir sem styðja við það að félögin eigi að vera svona örugg og góð langtímafjárfesting. Þetta ég er samanlega þessu, sko, það sem við höfum horft upp á svona síðustu kannski 2-3 árin er það að þessi staði hefur verið að gjörbreytast hjá þeir sem hafa átt þessu eignir. Þeir hafa verið svona voru í þrýstingi gagnvart sínum viðskiptavinum, leigutökunum til að byrja með. Það breyttist, fór að breyta svona 2011 þegar svona markaðurinn fór að taka við sér og þetta var náttúrulega ekkert smá högg sem markaðurinn fekk á sig. Það er ekkert skrítið að menn hafi skiptast sæti í þessum ósköpum en þetta hefur breyst og það sem við höfum kannski líka séð svona allra síðustu mánuði, ekki kannski beint svona talnaverknisstiður, heldur bara svona eins og menn tala, að manni finnst svona þessi yfir eftirspurn borið saman við framboð í miðbænum, þetta svona ójafnvægi sem vart aldrei þar, að það hafi nú svona aðeins lagast. Ég held að það sé svona kannski meira, ef maður var sletta aðeins svona stabilitet komið í þann marka. Þar var klárlega ekki stabilitet og verðþrýstingur upp og við var mikill. Ég held að það hafi svona aðeins lagast, það sé svona búið að finna þennan kross á eftirspurn framboði. Er það vegna þess að miðbærinn er að stækka og það er verið að gera upp og breyta hér skrifstofuhúsnæði út frá allt upp að Kirkjusandi? Já, það hjálpar. Það er náttúrulega, sko, það var mikil uppbygging og hótelbyggingar og eitthvað slíkt niður í miðbæ og svona þessum lágu póstnúmerum, mjög lágu póstnúmerum. Það verður nú ekki byggt mikið meira þar, sko, nema bara rífa eitthvað annað og það tekur bara tíma, gagnvart borgaryfirvöldum og er eðlilegt að slíkt taki tíma. Þannig að þetta hefur svona, það til dæmis að þrýstingurinn hefur verið að færast aðeins hærri póstnúmer, hefur svona gefið þessum lágum póstnúmerum aðeins meiri frið og gert það verkum að það hefur svona myndast kannski, ég er ekki að segja þessi bara algjört jafnræði milli aðila, en þetta hefur lagast. Þetta var orðið nokkuð gott, sko, skulum segja það. Eins og ég nefndi, ef þið eru með spurningar í salnum að þá er hún Magnea hér með hljóðnema og þið bara vekja athygli hennar á ykkur, en við fengum eina spurningu frá honum. Já, þarna er spurning. Já, takk fyrir þetta allt saman, Verma, Kristján. Mér finnst þú alltaf svo bjarsinn og gaman að hafa bjarsinna menn. En nokkur atriði sem langa að spyrja í samvættu verðmæti. Og það er til dæmis forsendan 1,5% raunvöxt tekna út í eilíðina. Sérstaklega með til þess að í útboðslýsingunni og þú minntist þú reyndir á, að þá er sérstaklega svona vakin athygli því að það eru nokkri stóri leigusamningar sem eru að koma til endurnýjunar og það tekið fram að það megi gera það fyrir jafnvel lækkun á þeim samningum. Svara svona beint út, sko, það er akkurat í okkar nálgun í cashflow verðmætinu geri ég einmitt ráð fyrir lækkun á leigutækjunum. Það talaði í lýsingunni að þetta varði tekjur sem eru 13% af tekjunum 2014 eða 15, man ekki, alls ekki 2015 tölunar. Það allavega svona stærðin er þekkt en hversu mikið að lækkar er ekki þekkt og ég gerði ráð fyrir að þetta myndi lækka í verðmætinu, ekki bara að þetta myndi ekki hækka, heldur tók ég þetta aðeins niður til þess að bregðast við þessari forsendu. Já, en þetta 1,5% út í eilíðina eða raunvöxtur, er það þá, erum þá að tala um að lóðaverð muni hækka svona, þessi undirliggjandi lóðaverð muni hækka svona eða að byggingarkostnaður muni hækka svona eða hvað er þessi réttlæti svona, þegar þú tekur þetta inn í eilíðina þá er þetta svona stór tala. Hvað er í fjandanum fekk ég þessa tölu? Ég fekk þessa tölu með því að í fyrsta lagi er þetta 1,5% sem hann réttilega bendir á. Hér erum við að ræða raunvöxt. Verðbólga er bara ekkert inn í þessu líkunum af því að allar tekjurnar eru verðtryggðar og verðbólga skiptir engu máli. 1,5% er tala sem við höfum notað sem eilífðavöxt
sem vöxtur á tekjunum að raunvirði á hverju ári og við höfum notað það á spátímabilinu, við höfum notað það í útreikningi á eilífðarverðinu. Við höfum meðal annars lagt til grundvallar því þegar við fengum þessa tölu út að geta félagum til að hækka útleiguverðið helst aðeins í hendur við markaðsverð. Það geta hjá flestum af þessum félögum geta svokallaður tröppugangur þar sem verið að hækka þetta umfram verðbólgu hvert leiguverð Þeim styttri sem leigusamningarnir þeir styttra lagi hjá þessu félagi, þeim betra þegar verð fer hækkandi, þá geta menn betur gripið þetta. Við bendum líka á það að svona hagvaxtarspár allavega greiningar Íslandsbanka svona ríflega 3% árið 2015, Seðlabankinn kringum 4%, það eru svipaðar tölur að heyrast frá Arion banka. Við höfum horft til þess að það talsverð fylgni milli fasteignaverðs og hagvaxtar. Það svona sambland af þessum tölum sem gerir það verkum að við höfum fengið þetta 1,5%. Ég gerir mér hins vegar alveg grein fyrir því að menn hafa mjög sterkar skoðanir og það hárrétt hjá þér. Þetta mjög mikilvægt að breyta og þess vegna höfum við svona reynt að þétta undir forsendurnar sem við höfum til þessari breytu og gert og ég sýndi það nú alveg sérstaklega á Glæðrasjónu hvað þetta viðkvæmt við að breyta þessari forsendu. En ég allavega hef komfort fyrir þessu, mér líður ágætlega með þessa forsendu. Ég gerir mér alveg grein fyrir því hún og útleiguhlutfall alveg make og break tölur. Þetta svona meira það sem ekki í hendi, þetta svona meira spágildi, en við höfum með samræmdum hætti beitt 1,5% á reiti og núna eign, þannig að það allavega samræmi þar á milli, þannig að menn geta það bara að skala þetta allt niður ef menn á annarri skoðun eða skoðun nefningarhingarna, en þetta svona helstu forsendurnar, það að geta félagsins til þess að spegla nýtt markaðsregluna í nýgerðum leigusamningum, hún betri þeim styttri sem meðaltíminn hann í styttra lagi þarna og síðan það fylgnin á hagvexti versus þróun á fasteignaverði og síðan hefur það bara sýnt sig að þeir sem, eins og var nú í gamla dag, var nú komin að þannig aldur að fara að nota það orð meira og meira, að þeir sem fjárfestu í steinsteypu hér í gamla dag voru nú einhvern veginn oft þeir sem lentu svona standandi ef eitthvað gekk á. Og þetta kannski ekki það mest spennandi eða sexy fjárfesting sem hún finnur, en hún einhvern veginn svona virðist nú alltaf skila sínu og það má ekki, slíkt bara mjög mikilvægt þegar menn eru að horfa á fjárfestingar. Það þýðir ekki að fjárfesta í fjárfestingafélögum og ætla að fara á taugum yfir 90 daga milliuppgjörum. Þá þetta ekki fjárfestingakosturinn. Alls ekki sko. Þetta langtíma fjárfesting, hlutabréf eru það alltaf og þetta ekki styttra heldur en þetta býður upp á ennþá meira og lengra áhorf. Þannig að þess vegna þessi forsenda finnst mér eðlileg, en ég gerir mér alveg grein fyrir að menn hafa mismunandi skoðanir á henni, en henni beitt allstaðar áður. Ég má aðeins halda áfram. Já, ef við taka eina stutta í viðbót, fyrir örstutta. Eðlilegt að í svona sjóðstreymisgreiningum eðlilegt að meta 100 krónur tekjur eins hjá öllum félögunum, sama hvort það koma úr Kringlunni, Smáralindinni eða Glerártorgi? Nei, blint væri það mjög erfitt sko, mjög góð spurning. Auðvitað það ekki það sama og það það sem ég að tala að öll þessi félög hafa svona sín séreinkenni. Stabilitetið á 100 krónur frá Kringlunni verður ekki borið saman 100 kall frá Glerártorgi, þar sem svona minni þéttleiki í viðskiptum í kringum þetta svæði, fín eign og Smáralindin, Glerártorgi, Kringlan, þetta bara eignir sem eru flottar, þær hafa ekkert alveg óendanlega verðmiða eitthvað slíkt, en 100 krónur frá félagi eign sem mjög traust, svona stabiliseruð, versus eign sem kannski nýlega komin í lag og þá ég nú svona að tala Smáralindin og Glerártorgi, þetta hefur batnað, en það ef þú horfir bara útleiguhlutföll á Glerártorginu til dæmis, þá svona meiri svona óróleiki í kringum þær eignir heldur en Kringluna, menn þú finnur ekki settlegri eignir heldur en Kringluna, þannig að svarið í spurningun nei, þú getur ekki litið blint á það mjög erfitt að meta þetta. Eina svona tæki sem það hefur til að bregða máli á svona, kalla þetta turbulence í félögunum, að hann kannski meiri hjá félögum sem eiga aðra eign heldur í Kringluna, ekki það að Kringlan eða reitir sér hér til umræðu, að eina svona besti mælikvarði sem hefur á til þess að bregða máli á svona óróleika væri kannski gegnum aðeins hærri ávöxtunarkrafa eigið fé. Þú ferð inn í þessi félög, þú ætlast til að sé meiri upset ef eignin í einhverju, ég ætla ekki að nota orðið limbo, heldur svona kannski í svona ákveðinni vegferð og lágum útleiguhlutföllum í herri eða það bara vera að þróa með öðrum hætti og þannig að
100 krónur í dag frá einu félagi A og B og C, ef við tekum þessi 3 fasteignafélög, auðvitað það ekkert alveg það sama og við höfum reynt að bregða mála mismunin milli þessara félaga til dæmis með aðeins öðruvísi áhorfi á ávöxtunarkröfu til eigin fjár. Kannski kommenta þetta því að verðandi leiguverð þá náttúrulega bara til dæmis meta það þannig að þegar ferðamanniðinnar eru byrjað hérna þá náttúrulega á eignir í Bankastræti að það var kannski 2-faldur munur á leiguverði í Bankastræti og Hverfisgötu í verslunarhúsnæði. Það er jafnvel rúmlega það. Og það náttúrulega þannig að bera saman, ég er alveg samanlega Kringlan er náttúrulega alveg unik eign en miðbærinn er orðin mjög sterkur út af þessum mikla ferðamanniðinnar, sérstaklega í verslun og mjög hátt leiguverð. Þannig að það náttúrulega þessu liti tækifæri í því. Og svo náttúrulega hinn hlutin sem kannski maður leggja áherslu á að því að við erum innan hafta þá verða menn að hafa drift eignasafn og verja sig gegn gengissveiflum, vera í hótelum, vera í mismunandi eignum sem gefa svona stöðugt tekjustreymi. Og varandi svona bara eitt sem ég vildi koma líka því að fjármagnshöftin náttúrulega sem nú verið að ræða að lyfta, þau skerða náttúrulega skekkja þessi vaxtakjör í raun og veru sem þessi félög eru með. Einnig náttúrulega ef kjarasamningar fari í uppnám og þá náttúrulega í nýjustu skýrslu IMF segir að það geti kallað fram mikla verðbólgu og sem hefur líka áhrif á þennan efnahag. Þannig að ég að mörgu leyti hefði líka viljað sjá þessi félög með jafnvel herra eiginfjárhlutfall heldur en 30% eða rúmlega 30%. Bara meðan við erum að fara í gegnum ef þessi ólgusjór erum að fara í gegnum hann til dæmis á næstu 24 mánuðum. Og ég spurði það aðeins út í þetta. Heldur þá þetta að maður geti gefið sér að alla leigutekjur verði bara verðtryggðar? Ef þú segir, ef þessi ólgusjór framöndan getur verið mjög mikið verðbólga. Það ekki hægt að gefa sér það vegna þess að minni leigutakar, jafnvel stór og stöndu fyrirtæki hér í efnahagsáfallinu fóru á höfuðið til þess að komast út úr leigusamhengi. Þannig að það er raun og veru sú staða getur komið upp. En ég er ekki að segja, ég bara að segja svona að því að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn gaf út skýrslu, ef menn rifu höftin af þá getur komið mikið gengisáfall og það náttúrulega kallar á verðbólgu, þannig að það er líka svo áhætta sem menn verða að horfa á. Þó ég hef fulla trú á stjórnvöld ná að náttúrulega lyfta þessum höftum með mjög skipulögum og öguðum hætti. En það er náttúrulega en þetta er þáttur sem við getum hvort þið ekkert haft áhrif á, nema stjórnvöld í raun og Seðlabanki. Ég nefndi það að það er hægt að senda okkur tölvupósta og ég heyrði í ungum fjárfestum. Félagsskapur ef það er ungt fólk, alltaf 35 ára aldri, ég held að styttist ég með ekki lengur verið í félaginu, en ef að fólk hefur áhuga á fjárfestingum, á umræðu fjárfestingar, útboð og svo framvegis, þá er að gera að slást í hópinn og nýta sér þá þjónustu sem að ungi fjárfestar eru að bjóða. En ég bauð þeim að senda okkur spurningar fyrir fundinn og þar var ein sem að mér finnst, já, voru nú nokkra, það er ein sem ég langaði að bera undir ykkur sem að einmitt tengist fjárfestum beint. Þeir tala að aðgreiðslustefna félagsins sé 35% handbæru fé og þeir segja, er það ekki bara svolítið lítið? Þarf ekki, væri ekki skynsamlegra að greiða einfaldlega út allan hagnað sem fyrir ekki ný fjárfestingar að því gefnu að þeir fara ekki undir sett markmiðum eigin fjárhlutfall? Já, það fer náttúrulega eftir hvernig, það er náttúrulega til svo kölluðu rætt félög erlendis, við erum að herri arðgreiðslustefnu. Þannig að ég held að þetta sé nú svona bara hæfilegt miðað við það ástand sem ég var að lýsa hérna í fyrri spurningun. Þannig að almennt séð er þetta mjög skynsamleg stefna að vera með 80% eiginfjárhlutfall, jafnvel aðeins herra og svona til langs tíma allavega meðan við horfum svona yfir næstu misserinn. Eftir það er kannski möguleiki að hækka arðgreiðslu. Ég held að þurfa aðeins að horfa á það af hvaða tölu þetta er reiknað. Handlafsfé fyrir rekstri er tiltekið þarna sem svona stofni sem verður greiddur af, þessi prósenttala. Hjá flestum félögum er að ræða hagnað eftir skatta sem menn vísi í. Og ástæðan fyrir því að menn nota þetta hlutfall af þessar rekstrarstærð þarna er að ef þú fer mikið neðar í sjóðstreymi þá ertu farin að tala, eða rekstrarengin, og þá ertu farin að tala svo mikið reiknaðarstærri heimfræga matsbreyting. Og það er ástæðan fyrir að menn nota þessa tölu. Þessi tala, handbærsfé fyrir rekstri, borið saman við kannski netto operating income við töluvert tímabil, þetta er cirka sama talan. Ef þú tekur summuna yfir 3-4 ár, á báðum liðum deilir í, þá færðu kannski 1,01 eitthvað slíkt. Þannig að það er ástæðan fyrir að menn nota þessa tölu. Mitt mat er að hlutfallið sem er verið að borga þarna út það er ekkert að þessu hlutfalli, hvort það ætti að vera eitthvað hærra eða lægra, en alltaf bara mati eiganda félagsins. Tillagan kemur
frá stjórnendum félagsins til hluthafafundarins, hann getur bara lækkað þetta. Þetta lægræðing hjá samkeppnisaðilum þýðir það að þeir ætli sér í meiri fjárfestingu? Já, þetta örugglega til þess að styðja kannski við að félagið ætlar sér að fara að kaupa aðrar eignir og eitthvað slíkt. Við erum að horfa hér á félag sem á 273.000 fermetra meðan Reitir eru með 400.000. Þannig að það má nú fastlega gera ráð fyrir því að það sé einhver ábati í því að stækka eignasafnið til þess að fá betri nýtingu á fastan kostnað eitthvað slíkt. Það er eitt sem ég langar líka að spyrja ykkur. Hver er stærðarhagkvæmnin á þessum fasteignamarkaði? Er endalaus hagkvæmni í því að stækka og stækka á þessu markaði eða skiptir það í rauninni engu máli þegar að fyrirtæki er orðin þetta stór? Það er kannski, þannig að aftur að því við erum inn í lokuðu hagkerfi þá kannski verið félög eða verið alþjóðleg þá verið kannski bara að einbeita sér að verslunarmiðstöðum alþjóðlega. En með það ástand sem við erum í núna þá held ég að þetta sé ágætt. Við erum líka að horfa á samkeppnislög. Þú getur stækkað bara með ákveðnum hætti í ákveðnum flokkum. Til dæmis benda á að Reitir eiga mjög mikið af hótelum sem er verðmætar eignir og það eru mikið framboðsaukning þar þannig að þeir getur svo bætt við sig þar. Sama náttúrulega hinn félögin getur bætt mikið við sig á hótelum. Því það er svo vöxtur sem mun horfa fram á mikið vöxt, ennþá meiri vöxt þar í ferðamennaiðnaðinum. Þannig að þetta snýst líka um svona samkeppnismál og hvað menn geta verið stórir á þessum litla markaði. Eins og ég segi, ef það eru spurningar úr salnum, þá endilega hóið í hana Magneu sem heldur hér á hljóðnemanum. En það voru fleiri spurningar sem okkur bárust á vefnum og ég fekk nú eina líka á Twitter sem var sendur á okkur og það var hann Gísli sem er að spyrja út í lög og reglur og skattana. Við hefum greinilega verið að hlusta þegar þú varst að tala um skattgreiðsluna og tekjuskattin. Er einhver hætta á því að, erfitt að svara fyrir hönd þessu opinbera, en teljið þið hættu á því að lög og reglur getur breyst með þeim hætti að fasteignafélög þyrftu almennt að borga skatt? Það myndi náttúrulega breyta mjög miklu. Og ég þarf að svara þessu í beinni útsendingu. Ég veist að það er ekki hægt að, það er alveg mögulegt, já, það er allt mögulegt í lífinu. Við höfum séð hins vegar þetta umhverfi sem fasteignafélögin lifa við, skattalegt umhverfi, er að nokkuð óbreytt og stöðugt í töluvert langan tíma, ef það svarar spurningun en að segja að það sé líklegt að þetta breytist eða alveg útiloka, það getur voru að fá bara skóla frá RSK til að svara því. En það er ekkert í farvatninu að gera það verkum með þeirra að vera eitthvað smeyki við það. En það er allt í lífinu mögulegt sko, en þetta hefur verið stöðugt lengi, við skulum segja það. Við fengum spurningu líka senda frá Halldóri sem hefur verið að velta fyrir sér fjármögnunarkostnaðum og þessari spurningu, við sáum þetta þegar Reginn fór á markað, það sem var svona svolítið hringluvarandi verðmæti og gengi svo Reginn á markað og þá var endurfjármagnað til tölulega fljótlega eftir skráningu. Það hafði gríðarleg áhrif. Er þetta eitthvað, þú varst að nefna það að skuldina verðtryggðar skuldir hjá EIK eru kannski örlítið hærri en það gætu mögulega verið? Það sem ég var að vísa í þar er að skoða ársreikning 2014, gamla stakk þá, að þá eru vaxtaberandi fjármögnunarskuldir félagsins 43 milljarðar króna. 1. janúar 2015 voru notaði fjármunir sem komu úr hlutafjárútboði sem var framkvæmt á velin og haustmánuði 2014 og notaði 2. janúar til að greiða niður þær skuldir. Þannig að það lækkuð kannski 1,5 milljarð. Þannig að má eiginlega segja að vaxtaberandi fjármögnunarskuldir félagsins séu svona 41,5 milljarður eitthvað slíkt. Það sem er líka möguleiki er það að það er að opnast endur fjármögnunar ákvæði eða lánasamningar ákveðna sem tengjast ákveðnum eignum er að fara að opnast að þessu ára 2016 og virði þeirra samninga í lánuðum krónum er 11 milljarðar króna. Vegin fjármögnunarkostnaður þess stappa er 4,3% og ef við horfum á það sem hinn fjárfestingafélögin hafa verið að fjármagna sig á, þá finnst manni ekki beint neitt vera sérstætt spilun sem gerir það verkum að menn geta ekki nálgast þessi vaxtakjör eða fjármögnunarkjör sem hinn félögin hafa, sem er svona 4% verðtryggt, borið saman við þessi aktúar 4,3% sem við eiga með. Þetta vil ég meina að sé tækifæri á félögin, þetta er ekki einu verðmæti hjá okkur, en í verðmatinu þá reynir ég svona að reifa það hið minnsta hvers konar hagsmuni það gæti verið að borga 4% vexti af stafnum versus að borga 4,3% og þá er ég svona að nota bara almenna aðferðafræði við að nálgast verðmæti. En þetta skiptir máli, þetta er bara þannig viðskipti og þetta er þannig magna skuldum að geta lækkað vexti 30 punkta, það bara skiptir bara alveg verulegu máli.
Það var Jóhann Gísli sendi okkur spurningu í gær þar sem hann talar viðhaldskostnað og að hann segir að Eik telur allt viðhald sem þeir gera hjá sér muni hækka leigutekjur meðan Reitir gjaldfæra allt og Reginn þarna mitt á milli. Þetta samt að þegar einmitt þriðja tryggingafélagi fór á markað þá voru Sjóvá með ákveðið svona aðra sýn á til með samsett-hlutfall heldur en samkeppnisaðilarnir eru að sjá það líka núna. Þetta svona misjafnt hvernig menn að gjaldfæra eða eignfæra viðhaldskostnað? Mér finnst ég fá svo erfiða spurningur en ég skil þetta ekki alveg. Herðu, það þannig að við höfum heyrt það mikið þegar Reitir fóru á markað og þegar Eik núna í svona þeim sporum að menn að bregða máli á eitthvað félag og segja hérna meira gjaldfært og hérna meira eigfært. Ég með svona smá bakgrunn í þessum bransa og það sem kemur til skoðunar þá einfaldlega, það ekki bara nóg að fara í rekstrarreikning fyrir ár eða eitthvað eitt ár eða tímabil eða eitthvað slíkt, skoða tekjurnar eða skoða eignarsamsetninguna og skoða gjaldfærsluna versus eignfærsla á þeim fjármunum sem fóru út í félagi til þess að styrkja viðhalda og þær eignir sem fyrir voru. Það bara, ef að menn gera það, þá færðu örugglega út að þessi búin að gjaldfæra meira heldur en hinn. Það vill bara svo skemmtilega til að bæði þessi félög starfa eftir alþjóðlegum reikningsskilastaðli EAS 40 kemur að virðismati eigna. Þau nota alþjóðlega reikningsskilastaðla, þau eru skráð í Kauphöllinni, þannig að þau verða að nota þessa staðla. Það þýðir líka, má kannski benda á það að það sama endurskoðunarstofan sem kvittar á ársreikninga félagana allra þriggja. Það þýðir hins vegar ekki að það sé ekki eitthvað smá svigrum þegar kemur að gjaldfærslu eða það að meta kostnað með þeim hætti að hann notaður í rauninni í fjárfestingarskyni til þess að bæta þá eign sem þú ert að leigja þér með því að fjármagna með einhverjum hætti viðbótu eða breytingu sem gerir hana betri til tekjumyndandi starfsemi inn í framtíðinni. Og þá betra, líklegra að Eik sem með margar og smærri eignir nái þá að velta þessu beint í leiguverðið? Það alveg mögulegt, já. En nú hef ég ekki kafað ofan í hverja einustu eign. Ég get hins vegar bara komið dæmi. Sú kynning sem við fengum hjá Eik sem átti sér stað fyrir svona viku síðan, þar sem að fara í gegnum kynninguna sem liggur hér frammi og ég tek undir sem sagðir að ég hvet menn eindreið til þess að lesa það kynningu. Hún mjög svona greinagóð og skýr. Við munum hengja þá kynningu þegar upptakaði þessu námskeið, þessum fundi fer á vefinn, þá munum við hengja bæði verðmatið og kynningu Eikar við myndband, þannig að þið getið kynnt ykkur. Ok, sú kynning var haldin í aðeins að fara að spegla verðmat þeirra eignar yfir á Eik í heild sinni, var haldið á Suðurlandsbraut 6. Ningsinn í kjallaranum og félaga gildur endurskoðendur í húsinu og búið að vera þarna heillengi. Þetta hús, kynningi var haldin þarna á skrifstofuplási, augljóslega tómu. Það búið að umbreyta þeirri eign. Þetta hús leit mjög illa út fyrir 2-3 árum síðan. Það búið að breyta innréttingu, það búið að breyta útlitinu og ytrabyrðinu. Það búið að taka þetta hús, eins og menn segja, svona með Donald meinti algjörlega nefið. Það ekkert skrítið að menn horfi á þá fjármuni sem fara út í félaginu í slíka breytingar til dæmis sem fjárfestingarkostnað. Allir bara fara þá með gegnum matsbreytinguna og horfa á mismununa milli matsverðsins og bókhaldsverðs og tekjufæra það bara minna í matsbreytingunni. Þetta þýðir ekki hins vegar að það sé aldrei svigrúm til þess að bregða máli á hluti. Það alveg klart mál að menn hafa alltaf eitthvað svigrúm í svona rekstri. En það að fjármunir sé settir í eitthvað verkefni sem hækka leigutekjur framtíðarinnar ber öll einkenni þess að slíkt á að eikfæra. Þannig að þessar sögur sem voru uppi að allavega mitt mat, menn geta verið bara algjörlega ósammála mér, en það stóð ekki steini við steini við þeim. Ég skoðaði þetta og þetta bara ekki rétt. Það alveg örugglega hægt að finna einhver lokuð tímabil þar sem þessi gjald verið meira heldur en hinn, en þetta bara ekki svona einfalt. Magnús, varðandi útleiguhlutfallið, nefndi það áðan að það væri örugglega svigrúm til þess að það hækkaði. Erum við þá að tala að þeir eigi sömu möguleika og Reitir og Reginn í að vera með þetta mikla? Reitir að tala það að reyna að ná 97% núna í ára meðan Eik með eitthvað ríflega 91%, tæplega 92%. Hægt að ætlast til þess að þið náðu því sama og á hverju byggjur það að það eigi að vera hægt að hækka þetta og tæplega 92%? Ég kannski mismunum milli þessara félags Reginn þegar það var sett á markað, þá var lögð áhersla á það að gera það hreinu leigufélagi, þannig að þróunarreigninnar
raun og veru var haldið utan við það. Þannig að til þess að halda útleiguhlutfallinu sem hæstu, út af því hafa náttúrulega voru óvissutímar og félagið þurfti að náttúrulega líta vel út til þess að fá endurfjármögnun og þess háttar. Reitir hefur ekki verið að bæta við sig mikið eignum, þannig að það bara hefur svona hefðbundið verið með mjög hátt útleiguhlutfall. En svo náttúrulega þegar að þessi mikla sameining verða á árinu, eins og Kristján var að benda á, með landfestum og SME eignunum, en það náttúrulega eru nú þróunareignir í eign og maður hefði kannski hort á það, maður horfði kannski ekki á það eins neikvæðum vegum núna eins og maður hefði gert til dæmis þegar að Reginn var að fara á markað. Þegar Reginn var að fara á markað hefur verið mikið af þróuneignum, þá held ég að fjárfestar hefði litið það mjög svona, fundist það frekar óþægilegt. En þarna í raun og veru myndast kannski frekar option eða svona valréttur til þess að sko að hækka tekjurnar. Þannig að vegna þess að eins og ég segi undirliggjandi þættir í hagkerfinu, lækkandi atvinnuleysi, vaxandi nýsköpunarstarfsemi, fleiri á vinnumarkað sem að koma inn á vinnumarkað aftur, fjölgun skrifstofufólks og þess að ætti í raun og veru að byggja undir eftirspurnum. Það eru mjög stórir árgangar að koma út úr háskólum og atvinnulífið gengur betur, þannig í raun og veru kaupmáttur er orðinn mjög ásættanlegur, þannig að það lítur allir svona grunnþættir ættu að ýta undir það að útleiguhlutfallið ætti að vaxa. Og einnig það bara við þegar við aðila á markaði að það virðist vera mikil eftirspurn eftir skrifstofahúsnæði til dæmis hjá fyrirtækjum. Hvernig sá markaður? Þú þekkir þetta nú sennilega manna best, hvernig, þú varst að tala miðbæinn á það. Miðbærinn náttúrulega tiltölulega mettaður og svo náttúrulega smyrst hann aðeins út. Ég var heima hérna á Grandaði sem ég held ég myndi aldrei sá ferðamann og þeir streyma hérna út glugga, ég var alveg hægri vinstri og að banka upp á fólki. Hvernig, hvar þessi vöxtur að verða? Við heyrðum það á kynningu hjá Reitum að þetta væri alveg komið upp í Ármúla og þar væri mikill vöxtur. Hvað og þetta bara í Reykjavík? Hvernig þessi markaður þá með atvinnuhúsnæði að þróast? Já, maður fer sögulega að sé sko kannski, ef maður fer aftur til 2010, 2011, þá var til dæmis Ármúli og Suðurlandsbraut jafnvel í vandræðum. Þetta allt meira að minna, þetta alltaf mikill uppleið, Suðurlandsbrautin mikill uppleið, það mikið búið að fjárfesta í eignum. Við getum tekið til dæmis Íslandsbanka útibúið sem á Suðurlandsbraut sem það húsnæði var tekið alveg í gegn. Þannig að það voru mikil fjárfesting í það að færa umhverfi og gera húsnæði aðlaðandi á þessum svæðum. Og ég held að þessi sko mjög mikilvægt að horfa til þess og þetta náttúrulega bara nálægðin. Borgartúnið voru fullt, erfitt með bílastæði og þá fara menn í næsta nágrenni til þess að vera nær sínu viðskiptavinum og þá leita menn einmitt í þessi hverfi. En auðvitað það mest hér miðsvæðis. Það var fyrir hrun voru 2010-2011 þá náttúrulega voru útjaðarnir miklu meiri vandræðum. En þetta lítið miklu betur út í dag. Hvaða svæði eru næst á teikniborðinu? Við vitum að það fara að skipuleggja hér Kirkjusand, en hvert? Ef ég vissi það þá væri ég vandalega í lánadeildinni hérna bara að sækja með lán og fjárfesta. Já, einmitt. Ég ætla að kanna hvort að þið séu einhverja spurningar hér úr salnum, einhvern sem myndi vilja taka þátt og annarkot segja sína skoðunarmálum eða koma með spurningar. Það eru þó ennþá fullt af spurningum eins og segði sem við höfum verið að fá í tölvupósti sérstaklega. Það verið að tala skráningu reita í samanburði við skráningu Eikar. Og þetta Haukur sem að spyrja okkur vegna þess að reitir fara á markað og skráningin svona, kannski ekki segja skráningin sem slík valdi vonbrigðum, en svona viðburður markaðarins, viðskipti valda nokkrum vonbrigðum, síðan kemur mjög stór partur af félaginu, 10% sem tilkynnti að selja tiltölulega stuttu síðar. Nú kemur Kristján Markús með verðmat sem tiltölulega hátt yfir útboðsgengi. Það engin sérstök svona snjóhengja sem hangir yfir hluthöfum í Eik. Erum við sem fjárfestar að fara að líta einhvern veginn allt öðruvísi þá á Eik heldur en Reiti? Hvað þetta er? Kannski ekki allt öðruvísi, en þetta skiptir máli. Það lá fyrir og við vorum svona dálítið á þeirri skoðun að árið 2015 þeir svona í þyngri kantinum að kæmi að verðmyndun á markaði fyrir Reiti, einmitt út af því að þarna voru verulega stórir aðilar, Landsbanki með 17% og eftirstæður hlutur Arion banka og Íslandsbanki átti 3,5%,
maður sað þannig ekki alveg fyrir sér að þeir myndu vera í slíkum tölum þarna inni sko. En þannig að það hjálpar þessu útboði að slík snjóhengja, ef maður vilja nota það orð, allavega það sé þekktur hluthafahópur sem ekki svona bara samkvæmt skilgreiningu langtímafjárfestir í svona félagi í slíku eignarhaldi, að það hjálpar þessu útboði, það er alveg ljóst. En eins og ég segi bara, þessi rekstur býður ekki upp á hlutabréfakaup til einhver skamms tíma. Þetta er langtíma eignir, hlutabréf eru það fasteignavengill en ennþá meira lengir í honum, þannig að það að einhverju hluthafar muni kveðja hópinn eftir hálft ár eða 1 ár ætti nú kannski ekki að vera eitthvað alveg make or break þar sko, en það hafði áhrif í útboði Reita, maður skynjaði það alveg. Það þurfti ekki mjög glögga menn til að sjá það. Ef við kannski höldum aðeins áfram með umræðinu samanburðinn á þessum félögum. Magnús var að nefna það að það veri hérna svigrúm til dæmis fyrir góma þennan vöxt sem í ferðabransanum, en svo hafa verið vegna eftirspurnar fjárfestingum í fasteignafélögum, til dæmis vegna þess að lífeyrissjóðir eru að fjárfesta í fasteignum í gegnum fasteignafélög, að þá hafa verið sett upp ákveðin konsept ef við orðum það þannig. Hér erum við með fasteignafélag sem er með þessa stefnu, fjárfestir í svona fasteignum, með svona leigjendur á þessum stað. Munum við sjá það ef, við vitum svo sem ekki hvaða áhrif afleiddu gjaldeyrishafta mun hafa á eftirspurn eftir fjárfestingu í fasteignafélögum, en ef við sjáum áfram mjög miklu uppbyggingu í atvinnuhúsnæði á Íslandi, munum við sjá það að fasteignafélögin fari í einhverja enn frekari sérhæfingar á þessu, eða verður þetta tiltölulega blandað. Það náttúrulega blæbrigðamunur á milli þessara til dæmis stærstu félagana, en hvernig verður þetta svona næstu árum, í hvað stefnir? Já, það er erfitt þetta spá, en það er alveg rétt að það eru stórir aðilar inn á markaðnum, eins og VFIB-sjóður, stefnir-sjóðir sem eru í mjög sérhæfðum fjárfestingu, sem náttúrulega er fyrst og fremst opið fagfjárfestum og stærri og lífeyrissjóðum. Þannig að það er náttúrulega mjög sérhæft og mjög svona fókuserað. Auðvitað getur maður sagt að það væri alltaf æskilegast í draumaveröldinni að maður geti svo svona hreint fasteignafélag í ákveðnum geirum, en ég held á Íslandi svona bara við þessar aðstæður þá munum við sjá félögin svona vera í mörgum tegundum fasteigna. Það er náttúrulega líka, að því að minnst á Egilshöll, það náttúrulega mjög erfitt fyrir svona félög að eiga mjög sérstakar eignir, til dæmis eins og verksmiðjur sem er bara einn leigutæki að. Þannig að það eru líka að horfa á það að eignirnar séu bæði séu tiltölulega mögulegt að endurselja þær og það séu auðvitað að endurleigja þær. Þannig að þegar mann horfa á þessi eignarsöfn sem fjárfestar, þá að horfa á þessa þætti, að það séu auðvitað að koma fastum með verð. Og varðandi kaupenda leigutakamarkað, að þá leigutakamarkaður var vissulega fyrir hendi fyrir 5 árum síðan, að þá varum við bara heppnir að fengja vaxtatekjur. En í dag er þetta náttúrulega miklu að snúast við og er í miklu meira jafnvægi. En sér þekking starfsmanna og stjórnenda fasteignafélaganna, er það eitthvað sem við ættum að líta á, að það sé einhver munur á félögunum vegna þess að eitt félaganna er að gera eitthvað betur? Að þeir séu betri í að reka ákveðna fasteignir eða í þróunar verkefnum en einhverju slíku? Já, eins og ég sagði áðan, það náttúrulega er bara landslagið annað að félögum við þróunareignir í dag eru kannski ekki lítur eins miklu hortnuga og kannski við voru áður. En eins og ég bent á þá náttúrulega eru fjárfestar hér á markaði sem eru að fjárfesta kannski í þessum þróunareignum núna. Við getum tekið Urðarhverf og Víkurhverf, þar sem er verið að nýbúið að fjárfesta þar og menn eru að horfa á þar. Ég held að það eru 27.000 fermetrar þar sem er nýbúið að fjárfesta í. Þannig að greinilega eru menn að horfa til þess að það sé hægt að þróa þær eignir og koma þeim í útleigu og svo náttúrulega mögulega ekki selja þeir inn í þessi félög. Ég held að þessi félög hefur komin á markaði fyrst og fremst að horfa á að vera með hátt útleiguhlutfall og þá frekar að leyfa eða láta aðrum það að þróa eignir og kaupa þá frekar cashflowið í raun og veru þegar það er að fullu útleigt. Það er miklu minni áhætta. Af því ég held að þeir fjárfestar sem er fjárfest í félögum á markaði eru fyrst og fremst að horfa bara til langtímafjárfestingarinnar og arðgreiðslana, en vil ég kannski ekki vera að taka miklu áhættu. Ég veit ekki hvort að Kristján sammála með því. Hvernig ætli það sé?
fjárfestar í fasteignafélögum að leita sér bara tiltölulega öruggri verðtryggðri ávöxtun? Já, ég er nú sammála því. Ég held að það hljóta að skipta talsvert miklu máli og það er ástæðan fyrir því að dettur ekki nokkur mann í hug að velleggja þessi fasteignafélög í sjóðsflæðismati sem eru með óverðtryggðum vöxtum til dæmis. Og ég held að það sé bara sterkasta vísbendingin að það að geta ýtt einni óvissinu út og þar lendi bara þessum færri eftir, það er bara mjög mikið sverði og það er kannski ekkert alveg stöðugasta verðbólgusveifla sem getur fundið á Íslandi, sko, við horfum þetta aldrei vel aftur á bak, þannig að það að geta ýtt þessum óstöðuleika út, ég held að það hljóti bara að vera töluvert mikið sverði. En svona rétt í lokin áður en við förum að segja þetta gott, þá langar mig aðeins að spyrja að við förum aftur að verðmatinu. Nú erum við hér að birta opinberlega verðmat sem eru þá ykkar skoðun á því að miða við fyrirtækið sem slíkt og samanburðin þá við samkeppnisaðilana, að þá sé gengisbilið eins og þú nefndir. Þó er það þannig að þetta er ekkert víst að svona gangi eftir og það er langar mig að spyrja þig hvað það er sem að gæti breytt þessu til verri vegar til dæmis. Hver eru helstu áhættu þættirnir sem þú sér sem að gætu dregið þetta niður eða líka náttúrulega ofar? Já, það er bara svona, já. Það er smá sprengja í lokin, það er alltaf enda. Það er fínt að vera búin að fá þessa spurningar. Við erum búin að tala um fjármögnunarkostnað. Já, þú ert bara, sko, ég myndi halda að það væri framgangur þess að ná útleiguhlutfallinu í það gildi sem spáði fyrir sjóðsflæðismatinu, sem er það 3,5 heil ár, eða 3-4 ár, upp í 95%. Ef að það dregst, það hefði talsvert mikil áhrif. Ég held að þessi endurnýjun sem leigusamninga sé nú ekki slíkt stórmál, sko, þetta fara allt á hliðina, en það væri það og síðan eru náttúrulega vísbendingar það að fasteignafélögin öll eru mjög ósátt við breytingar sem hafa verið gerðar á fasteignagjöldunum og áhrifin af hækkun fasteignagjalda hjá EIG er 130-140 milljónir á ársgrundvelli milli 2014 og 2016 þegar þetta verið komið að fullu inn. Ef þú horfir bara á nettaábyrgðingu innkom félagsins sem er spáð, sem er svona 4,2 milljarðar og dregur 130-140 milljónir af því, það hefur náttúrulega engin smá áhrif á verðmatið. Þannig að ég veit að þessi félög eru mjög ósátt við bæði hækkunina og þau eru mörg mjög ósátt við framkvæmdina, að þetta sé ákvörðun sem er tekin af aðilum sem eru kannski svona í jaðrinum á því að vera með umboð til þess að þeirra mati og ég held að verði nóg að gera, við skulum orða þetta svona, ég held að verði nóg að gera hjá áfrýjunarnefnd fasteignamatsála á alveg næstu misserum því að mikið af þessum málum eru á leiðinu þangað, veit ég. Þannig að ég myndi halda að þetta tvennt væri svona kannski líklegast til þess að fara á stað. En verðmatið er mín skoðun á félaginu og samanburðurinn er svona vísbendingarnar en sjóðsflæðismatið er mín skoðun á því. En það er klart mál að þetta er verðtryggð fjárfesting, það skiptir máli. Þetta er mjög viðkvæmt við breytingum á helstu forsendum. Það verður að hafa það með taka það með inn í útreikningin. Og það sem líka skiptir máli er að það er ekki verið að setja fram hér verðmat sem er bara á nógu breiðu bili að allir getur fundið sér skoðun á því. Það er aðalega verið kannski að finna því stað að menn hafa mismunandi skoðunar hvernig á að verðmeta þetta. Ætlar að horfa markaðsverð, ætlar að horfa nýjustu verðmetin, eigið fé eða sjóðsflæðismat og við reynum að finna því stað flestum þessum skoðunum í þessu verðmati. Þetta er ekki 4 mismunandi niðurstöður, þetta er kannski svona aðferðarfræði 4 niðurstaða en niðurstaðan er 7,8 að mínum mati. Mér langar að minna þá á sem að fylgjast með og hafa mikinn áhuga á verðmötum að við höfum haldið námskeið sem til á vefnum bæði lestur og greiningu ársreikninga og ítarlega greiningu ársreikninga og útboðslýsing sem að birt og þið getið tekið með okkur heim sem er hér og er inn á vefsíðu EIGar að hún inniheldur öll þau gögn sem þið þurfið til að geta gert ykkar eigið verðmat. Þannig að þeir sem hafa áhuga því eru hvattir til þess að kynna sér, renna í gegnum þetta námskeið og prófa sig áfram í því. En Magnús, svo við lokum þessu, þá langar mig að spyrja þessum tiltölu opinni spurningar hvort að fjárfesting í atvinnuhúsnæði og fjárfesting í fasteignafélögum sé almennt áhugaverður kostur? Ég held að það sé mjög áhugaverður kostur vegna þess að við erum komin á þann stað þar sem að verðið var áður en að þessi félög fóru mikið í gengisbundin lán. Þannig að fyrir 2005
Og ég held sér áhugavert fyrir þá sem ætla að fjárfesta til langstíma eða ekki að sækjast eftir mjög svona harri ávöxtun, bara svona rétt umfram ríkisskuldabréf. Það held ég sér mjög áhugaverður kostur en ef menn vilja fara í hærri ávöxtun þá kannski þetta er að horfa á annað sem er áhættumeira en svona miðað við hvernig allt lítur út að þá ætti þetta að vera svona nokkuð stöðugt. Og svona fyrir þá sem að hafa litið á fjárfestingu í steinsteypu sem eðlilegan part af eignadreifingu þá ætti þeir að skoða svona það. Já, það er líka, sko það er náttúrulega má orða þannig að alþjóðlega hefur verið mikil, það er talað um að sem komið bóla í mörgum höfuðborgum heimsins en það hefur verið mikil ásókn í fasteignir vegna þess að í stórborgum er það litið á þessum staðkvæmdavöru fyrir gull og þess að þar og kannski líka að fasteignir eru orðin æ meiri hlutfall af sem sagt sammæli eigna fjárfesta. Að því leyti líka að innstæðutryggingar í bönkum og öðrum að það er ótryggara og skuldabréf og þess að þannig að menn horfa meira á þetta svona sem hluti af eignasafni. Ég held að það sé ágætis lokaorð og nú hefst útboðið eftir 6 mínútur fyrir þá sem að hafa áhuga á að taka þátt í því. Ég vona allavega að við höfum aðstofað ykkur eitthvað við að mynda ykkur skoðun á þessu. Eins og ég nefndi að þá verður upptaka af þessum fundi okkar aðgengileg núna bara innan skamms. Sömuleiðis þeir sem að vilja leita sér ráðgjafar eða fá ítarlegri upplýsingar útboðið og eig, að þeir geta haft samband við okkur í VAFIB. Það er eign- og lífeyrisþjónusta VAFIB, þið getið sendt á vafib@vafib.is eða hringt í 440 4900 eða litið til okkar hingað á Kirkjusand og þá getið þið fengið góða og faglega ráðgjöf útboðið. Ég þakka Kristjáni og Magnúsi kærlega fyrir í dag og ykkur sem mættuð og þeim sem eru að fylgjast með og verið velkomin aftur á fundi hjá okkur í VAFIB. Takk.